Ég heiti Ásdís Nína Magnúsdóttir og býð ykkur velkomin fyrir hönd Umhverfisstofnunar Reykjavíkurborgar á fyrirlesturinn að lifa í samræmi við gildin okkar. Fyrir ykkur sem voru ekki með okkur í gær, þegar Jukka Heinonen, prófessor við Háskóla Íslands, hélt erindið Out of Sight, Out of Mind, þá langar mig að vekja athygli ykkar á því að við erum að halda fyrirlestraröð í þessari viku í tilefni nýtnivikunar. Og átakið nýtnivikan samevrópskt og hefur það að markmið að hvetja fólk til að draga úr óþarfaneyslu, nýta hluti betur og draga þannig úr myndun úrgangs. Í ár þema vikunar það sem ekki sést og þar vísað til alls úrgangs og sóunar sem að myndast í framleiðsluferli vöru áður en hún kemst í okkar hendur, en einnig mengunar sem verður vegna virknivöru án þess að við verðum það sérstaklega vör. Og eins og Jukka kom inn á í gær ýmis konar sóun sem verður til langt áður en að neytandinn fær vöru í hendunar og augljóst að ýmissa úrbóta þörf í framleiðslufyrirtækja. En hvað til ráða í millitíðinni? Hvað geta einstaklingar gert? Og í dag ætlar Hrefna Björg Gylfadóttir að stíga á stokk og tala hvað við sem einstaklingar getum gert til að hafa áhrif á tímum loftslagsbreytinga. Hrefna loftslagsaðgerðasinni og útskrifuð sem Chaos-pilot, sem hefur kannað mismunandi leiðir til þess að hafa áhrif á umhverfi sitt, allt frá því að lifa zero waste lífstíl yfir í að leiða stærri verkefni tengd kerfisbreytingum. Og þá býð ég bara þig velkomna, Hrefna. Takk, Ásdís, og takk fyrir ótrúlega skjót og flott viðbrögð við þessum tæknilegu örðuleikum. Og sorry hvað við erum að byrja seint, en takk fyrir að vera með okkur. Hæ Davíð, ég sé þig alltaf komið på skjá. En ég heiti Hrefna og ég hef einbeitt mér að sjálfbærni undanfarin ár og ég flutti til Ástralíu fyrir 2 mánuðum og þess vegna ég núna í Sydney í sjóðheitu sumari og klukkan kvöld hjá mér. Og mig langar bara að byrja á því eins og hefð fyrir í Ástralíu að nefna landið sem ég á og að viðurkenna eigendur þessa lands, en það eru Gadigal og Bidigal ættbálkarnir. En ástæðan fyrir að ég hér í dag að mig langar að deila reynslu minni að ég breyta neysluhegðun minni. Ég prófaði svokallaðan zero waste lífstíl í byrjun 2019. Og þegar ég segi zero waste þá meina ég að breyta neysluhegðun sinni með því markmiði að neyta sem minnst og að varðveita sem mest og þannig að losa sig við sem minnst. Og ég var eiginlega bara komin smá ógja af neyslunni minni og svona sem Íslendingur sem flutti til náms í Danmörku þá áttaði ég mig á því hvað neysla á Íslandi svakaleg. Og mér langaði að prófa að normalísera hegðunina sem ég svona vildi sjá meira hjá sjálfri mér. Og þetta sem þið sjáið á myndinni ruslið sem ég bjó til og sem fór í almennu tunnuna á fyrsta mánuðinum þegar ég alveg demdi mér ofan í zero waste. En ég áttaði mig fljótt á því að ástand umhverfismála þrátt fyrir mína einstaklingshegðun. Og mér langaði að hafa frekari áhrif. Þannig að ég skráði mig í sjálfboðavinnu og einbeitt skólaverkefni mínum innan umhverfismála og ég vann meðal annars með The Climate Reality Project hér í Ástralíu og Extinction Rebellion grasrótarhreyfingu. Og mér finnst mikilvægt að nefna þetta, að því við heyrum svo reglulega þennan hugsunarhátt að okkar einstaklingshegðun skipti engu máli í stóra samhenginu, að 100 fyrirtæki séu ábyrg fyrir 71% kolefnisútblæstri og það sé þar sem við þurfum að einbeita okkur. Og það satt. Og við þurfum að átta okkur á mikilvægi kerfisbreytinga og ábyrgða hlutverki fyrirtækja í loftslagsmálum. En við þurfum ekki að hugsa málið í öðru hvoru eða. Og ég elska þetta mím hérna til að svona túlka það. Að ég sé aktivisma innan umhverfismála sem svo mikið samspil milli þessara tveggja sjónarmiða. Að skilja að fyrirtæki beri ábyrgð á stórum hluta mengunar en að vilja samt vera umhverfisvænni í okkar eigin lífi. En hvernig spilar þetta tvennt saman? Í fyrsta lagi þá getur reynst yfirþyrmandi að taka það að sér að ætla að breyta kerfunum í heiminum og elta upp þessi 100 fyrirtæki. Við getum hins vegar sem einstaklingar breytt okkar eigin neyslumynstrum og hegðunum og við megum svo sannarlega trúa því að það muni blæða yfir á fólki í kringum okkur eða vinnustæðin okkar eða samfélagið sem við erum hluti af. Og í öðru lagi
í heimi þar sem okkur aftur og aftur sagt að við getum ekki gert neitt og að við séum bara dauðadæmd þegar kemur á loftslagskrísunni, að vandamálið sé alltaf flókið og ættum bara að halda áfram að versla á Amazon og gefast upp. Þá ótrúlegur kraftur í því að segja, nei, veist það, ég ætla ekki að taka þátt í þeirri orðræðu og ætla að breyta eigin neysluhegðun. Og í þriðja lagi, þá bara í heimi þar sem við heyrum endalausar sjokkerandi fréttir loftslagskrísuna, þá nauðsynlegt að finna til árangurs. Og það svo geggjuð tilfinning að finna til svona lítils umhverfi sigurs daglega. Og það spilar inn í stóra viðhorfið okkar gagnvart loftslagskrísunni og hvernig við ætlum að vinna úr henni. Og að leyfa svona sínum innri manni að endurspeglast í hegðun sinni, það aktivismi. En markmið Evrópskrar nýtniviku að hvetja okkur til að draga úr óþarfa neyslu. Og mitt helsta ráð þegar kemur að zero waste að láta lífsstílsbreytingarnar virka. Að setja sér raunsæ markmið og leyfa sér að vera ófullkomin. Og ég persónulega var alveg svolítið erfitt með zero waste hugtakið, af því mér finnst ég alltaf strax búin að mistakast þegar ég heyri þetta. Að ég ekki fullkomlega zero waste, langt í frá. Ég meina, ég þurfti að fljúga til að komast til Ástralíu. Flugviskubitið real. En við þurfum líka ekki nokkra einstaklinga til að vera fullkomlega zero waste. Við þurfum öll að lifa ófullkomlega zero waste. Og mér finnst svo ógeðslega frelsandi að hugsa málið þannig. Af því að við getum ýtt þessari fullkomnar áhættu í burtu og hætt að dæma okkur sjálf eða hvort annað fyrir neysluhegðun og leyft okkur að gera mistök þannig að við gefumst ekki upp á þessu verkefni. Þannig að í staðinn fyrir að hugsa hvað ég sé ógeðslega óumhverfisvæn eða rangt, þá ég alltaf að reyna að hugsa bara, ok, hvar gæti ég gert betur? Og þrennt sem ég lærði af zero waste að í fyrsta lagi þá ótrúlegur kraftur í samstöðunni og allir vilja gera betur. Hvort sem það í kringum veganisma eða minnka ferðalög, þá umhverfisvitund alltaf að aukast og það svo mikill styrkur í hreyfingunni og sérstaklega á Íslandi. Og við eigum svo mikið að nýta okkur þessi forréttindi að búa í landi þar sem stór alda umhverfisvitunnar sem við getum bara tekið þátt í. Í öðru lagi. Þá forréttindi að hafa tíma og eiga efni á því að verða umhverfisvænni. Og oft þegar við heyrum zero waste eða googlum zero waste, þá sjáum við allt lífrænt í glerkrukkum og fólk sem kaupir beint frá bónda, hefur aðgang að grænmetismörkuðum og umbúðalausum verslunum sem geta oft verið sjúklega dýrar. Og þessi zero waste arketýpa þess vegna núna tengdur fólki í efri stéttum. Þá þessi hegðun rætur sínar að rekja í gamla daga þegar allir keyptu frá bónda, bara því það var það eina í boði. Og það bara þannig að innfluttir ávextir í plastumbúðum geta oft verið ódýrari í dag. Og þess vegna svo mikilvægt að hugsa hvernig við getum boðið upp á umhverfisvænni valmöguleika fyrir fólk í öllum fjárhagsaðstöðum og dæma aldrei fólk fyrir neysluhegðun. En í þriðja lagi þá þarf zero waste líka alls ekki vera glamúrus eða fallegt og það það ekki. Og það snýst ekki að eiga fallegustu stainless steel nestisboxin. Zero waste gett oft bara flugur í kringum lífræna ruslið eða að gera salat úr gett tæpu spínandi. Og það þýðir líka ekki alltaf umbúðalaust. Það þýðir að nota það sem við eigum og að klára vörurnar okkar og að finna not fyrir einnota vörur í stað þess að losa okkur við þær þegar það búið að framleiða þær hvort það En ég fylgi alveg ennþá zero waste lífstílnum. Ég bara ekki jafn ströng og þarna í byrjun. En svona til að ákvarða hvað meikar sens fyrir mig, þá hugsa ég hlutina svolítið í þessum skala. Svona hvað hefur þessi aðgerð mikil áhrif í stóra samhenginu og hvað þessi aðgerð mikið álag á sjálfa mig. Og til dæmis það að sleppa því að kaupa ný föt í heilt ár var bara ansi lítið álag á mig, sparaði mér tíma og pening. En í stóra samhenginu hafði bara frekar mikil áhrif á kolefnisfótspor mitt. En til dæmis að sleppa því að kaupa kaffi í einnótamáli að því ég gleymdi fjölnótamáli. Það hefur svona frekar eða í rauninni mjög lítil áhrif og gæti verið bara mjög mikið álag á mig að því ég fengi ekki kaffi þann dag.
En einmitt, mér finnst það svona bara mikilvægt að halda zero waste skemmtilegu og eins og ég sagði að láta þetta virka fyrir mig. Og það kannski þess vegna sem að ég búin að haldast í þessu alveg seinustu 2,5 ár. Og það sem ég svona áunnið af því að lifa meira zero waste í fyrsta lagi bara það að ég hef sparað pening. Og ég spara helst pening á því að kaupa ekki hluti sem ég vantar ekki. Eða að finna notið húsgögn eða fatnað. Það hefur sparað mér hugarangur og pening. Og í öðru lagi þá borða ég meira plöntufæði en ég gerði. Og ég reyna að kaupa grænmeti og ávexti sem eru á sínum tímabilum og þannig hef ég bara lært ógeðslega mikið eldamennsku. Og ég hef aldrei verið útiverumanneskja en einhvern veginn þegar ég einbeiti mér að sambandinu mínu umhverfið þá bara án þess að hugsa það. Þá hef ég séð meira virði í því að vera úti og að tengjast náttúrunni eða læra að rækta. Og í þriðja lagi þá hef ég kynnst nýju fólki og nýjum starfsemum og öðlast nýja kunnáttu og skilning á umhverfismálum. Bæði þegar kemur að rusli eða neyslu, en líka þegar kemur að umhverfismálum í stærra samhengi. Til dæmis að reyna að skilja hlutverk nýlendustefna eða feminisma eða rasisma og hvernig þessir hlutir spila inn í loftslagskrísuna. Og í fjórða lagi þá zero waste svona við sköpunarrammi og mér finnst ég koma að hlutunum alltaf með hugafærinu hvernig hægt að gera þetta á sem mest umhverfisvænan hátt. Og það kemur bara inn á hvernig ég nota kreditkortið mitt og hvernig ég ferðast og hvernig ég skreyti fyrir partí eða gef gjafir eða vinn verkefni. Og ég gæti tala endalaust alls konar zero waste tips, en það bara svo mikill aragrúð af upplýsingum á internetinu og við höfum bara smá tíma saman. En Jukka sem talaði í gær á sínum fyrirlestri, ég veit ekki hvort ég sjá þetta, ég tek þetta í burtu. Jukka sem talaði í gær á sínum hádegisfyrirlestri neyslu kolefnisspor Íslendinga sem með í stærsta í heiminum. Svo þó við þurfum ekki öll að vera Greta Thunberg, þá þurfum við öll augljóslega að gera breytingar á Íslandi. Og við höfum bara öll ábyrgð hlutverk til að breyta þessu og að vera ekki svona stórir neytendur á heimskala. Og við þurfum bara að sjá hver tími og orka gefst til að hafa áhrif í lífinu okkar eða á vinnustaði eða skóla. Og mér finnst það bara hjálpa mér. Það nú þegar verið að gera á mínum vinnustað eða í skólanum mínum eða á heimilinu mínu og hvernig get ég stutt við það. Og við sem erum kannski ekki vinna beint á umhverfismálum, erum kannski vinnu, eigum kannski börn og okkur sem langar að styðja hreyfinguna en höfum kannski ekki getu til þess að mótmæla eða taka þátt í grasrótarhreyfingum. Af því það erfitt. Hvar getum við gert breytingar? Og við erum mikið á þessum fundi og við tökum öll ákvarðanir daglega sem hafa áhrif á umhverfið okkar og við megum bara ekki missa sjónar á mikilvægi þess. Og með því langar mér bara að segja takk fyrir og takk til Nýtni vikunar og saman gegn sóun og Umhverfisstofnunar fyrir að taka þátt í þessari viku og ég held að þá sé komin tími fyrir nokkrar spurningar. Kærar þakkir, Hrefna, fyrir þessa mjög svo góðu og þörfu hugvekju. Sko, nú erum við náttúrulega öll saman hérna á opnum fundi, þannig að það annarkvort hægt að skrifa bara spurningar í spjallið eða bara taka mute og spyrja beint. Hvet ykkur til þess að spyrja hennar Hrefnu? Engin. Ég með spurningu. Já. Davíð. Hæ. Ég var að spá hana, prófaðu kannski þetta zero waste life á Íslandi. Ertu bara búin að prófa það í Ástralíu og hvort það einhver munur á milli landa, hvort það léttur að vera þannig í Ástralíu heldur en á Íslandi? Já, geggjum spurning. Það langauðveldast þar sem ég bý hér
bara því að það svo aðgengilegt markaðir eins og ég var að tala og umbúðalausar verslanir og það svo auðvelt að rækta og að gera lífræn eða molta lífræn úrgang. Á Íslandi þá ég hef eytt svolítinn tíma á þessu ári á Íslandi og ég hef alveg klárlega fundið til þess að sé erfiðara á Íslandi og ég veit ekki hvort það sé bara af því að lífstíllinn þar öðruvísi eða því að ég hef ekki búið þar í svolítinn tíma. Þannig ég kem þangað í svona ferðalega pælingum, þannig að ég enda á því að keyra meira þar og allt í einu að versla í Costco og vera með bara fullt af plasti í kringum mig. Og ég man á degi ungra athafnakvenna þá töluðu þau að það eitthvað í heilbrigðis lögum það að það megi ekki selja svona umbúðalaust. Þannig að það bara mjög erfitt að finna umbúðalausa hluti á Íslandi. En það sem ég reyni að gera á Íslandi, af því að augljóslega þá bara mest rusl sem allavega ég bý til, það í eldhúsinu, bara að kaupa hluti þá í stórum umbúðum og þar til dæmis Costco eitthvað sérlega slæmur valmöguleiki. En já, mér finnst það erfiðara á Íslandi og mér finnst sérstaklega þegar kemur að allskyns svona grasrótarhreyfingum. Ég tók eftir í Danmörku og líka hér að það svo ótrúlega mikill vilji til þess að alls konar viðburðir í kringum matarsóun og hvernig verið að elda og rusluðum mat eða hvernig það svona aðeins meira mainstream þessi svona grasrótara aktivista hegðun í kringum umhverfismál og ég hef ekki tekið jafn mikið eftir því á Íslandi þegar ég verið en ég held að það sé að breytast eða ég vona það. Glæsilegt. Herðu, hún Karin spyr, hún byrjar á því að segja, takk fyrir fyrirlesturinn Hrefna. Mig langar að spyrja þig hvernig þú tengdi meira við heilsu og útiveru með þessum lífstíl. Hrefna, má ég kannski bara áður en þú svarar að biðjum að hætta að deila glærunni kannski? Já. Ég held að kannski sumir sé að þá sjá hana. Já. Takk. Já, hvernig ég tengdi meira við heilsu og útiveru? Ég held sérstaklega, það kannski bara eitthvað sem ég taka eftir hér í Ástralíu af því að hérna þá tók ég bara eftir því tækifæri að geta byrjað að rækta minn eigin mat og það kannski meira það að ég bara svona byrjað að einbeita mér meira því hvað ég geti gert úti. Ég held kannski að sé svona breytt viðhorf svolítið annars og það bara að vera úti og einhvern veginn að átta sig á því hvað að breytast í heiminum og vita það að við einhvern veginn erum að sjá hlutina versna að þá finnst mér ég einhvern veginn hafa svona nýfundna virðingu og bara svona leið til að skoða umhverfið í kringum mig. Já, ég held það. Takk. Hún Hafdís að benda hérna á nokkra íslenska Zero Waste hópa á Facebook. Þið getið séð þetta bara hérna í spjallinu ef þið viljið kíkja á það. Mér langar kannski að spyrja þér Hrefna, þú kannski komst inn á þetta í byrjun, ég var hérna smá hlaupum í því að það oft þannig að það kannski fleiri konur sem svona í eins og Zero Waste lífstílnum eða bara umhverfismálum almennt, maður finnst það allan svona tilfinningi sem maður hefur, veistu eitthvað ert þú með eitthvað tilfinningu fyrir því akkur þetta þannig og hvað getum við gert til að fá fleiri kalla með? Já, sérlega. Það náttúrulega fleiri konur sem að tengja eða hafa verið tengdar á Zero Waste, sérstaklega af því að við bara ennþá lifum í heimi þar sem að konur í rauninni vinna meiri heimilisstörf því miður og þannig að oft fellur ábyrgðin á það hversu umhverfisvænt heimilið eða hversu mikið plöntufæði á heimilinu, það fellur oft á konur. En ég held líka bara svona skaðleg karlmennska spilar ótrúlega mikið inn í það hvernig kallar láta sér annt umhverfið og til dæmis bara Bergmann gaurinn sem búinn að vera mjög mikið í fjölmiðlum núna fyrir að tala rauðhærða vegan feminista. Það bara gett gott dæmi kallmann með gott plattform að gera lítið úr umhverfishreyfingu og bara konum og bara fáfræðina í kringum það og hvernig við getum fengið kalla í lið með okkur til að vera alveg hreinskilin þá held ég að við ættum að taka fram úr þeim bara og ef að konur eru meira á nótunum með umhverfismál þá kannski ættu konur að taka yfir stjórnunarstöður og svo geta þeir náð okkur og sínum það. Nei, ég segi svona, en ég held að strákar megi aldeilis kannski bara svona bera svolítið ábyrgð á því hvernig þeir koma sér inn í Zero Waste hreyfinguna.
Og ekki deyta gauðra sem gera grína feministum, vegan feministum og zero waste tíum. Mjög gott, takk fyrir þetta. Já, Perla segir takk fyrir fyrirlesturinn, hún ætlaði að spyrja það sama þegar hún tók eftir kynjahlutfalli þátttakenda á þessum fundi. Ég kannski bara kem með aðra hérna, hvernig hérna, þú varst að tala um að við erum í svona svolítið forréttindastöðu til þess að vera í þessum lífstíl hérna á Íslandi. En þeir sem eru ekki í forréttindastöðu, geta þeir lifað zero waste lífstíl? Ég held að þau hafi verið að gera það bara áraraðir og ég held kannski fólk í forréttindastöðu sé svolítið búið að svona trademarka hugtakið zero waste. Ég veit ekki, minnst áhugavert eins og hér í Ástralíu þá bjuggu frumbyggjar á landinu í mörg þúsund ár í sátt og samlyndi við umhverfið og núna allt í einu þegar við erum komin í þessar slæmu aðstöður þegar kemur á umhverfinu þá erum við að tala í rauninni fólki sem kom loftslagskrísuna á stað allt í einu að tala það hvernig við þurfum að vera meira sjálfbær. Þannig já, ég held það sé kannski einn punktur. En já, ég held það einmitt. Ég held að þau séu það oft, við í vestrænum löndum erum neytendurnir og við erum þau sem erum að menga og þannig að kannski fólk í minni forréttindastöðum til að taka upp já, þetta er kannski svolítið flókið. Það fer náttúrulega svolítið eftir í hvað samhengi við erum að tala. Ég held, en til dæmis á þeim stöðum sem ég hef búið, þá hef ég líka bara brennt mig á því að vera, þú veist, ekki að kaupa umbúðalaust bara því að það er dýrt. En ég held, svo lengi sem við veljum kannski bara ódýrari leiðarnar til að vera zero waste, þá er það algjörlega hægt. Einmitt, að því að líka bara kjarnin er kannski bara að draga úr neyslu og þá kostar það oft ekki mikið. Þú veist, ef maður horfir bara á það aspekt, sko. Já, algjörlega. Þú veist að draga úr. Að því að við tölum það sem við þurfum að kaupa til að vera zero waste, þá erum við náttúrulega svolítið að tala gegn hreyfingunni. Þannig að ef við byrjum bara á refuse hlutanum að ég neita, þá er alveg inherently sparnaður í því. En já, það er samt flókið og einmitt, þetta getur verið mjög mikið forréttindadæmi. Má ég spyrja einu Hrefna? Hei, Karen. Hæ. Þarna, mér langar að spyrja hvort að þú hefðir einhver ráð varðandi zero waste raftækjanotkun. Að því núna til dæmis vantar mér svolítið nýjan síma, ég er með síma sem er með ónýtt batteri og ég er einhvern veginn búin að ströggla við þetta, mér langar ekki að kaupa, þú veist, nýjan síma því það fylgir því einhverju 86% kíló af rusli. Þannig að ertu með einhver ráð hérna á Íslandi, hvað maður getur gert, þú veist, hvort það sé einhver svona raftækja, svona örugg raftækja skipti eða hvort það hefur heyrt af einhverjum sem að hafa, þú veist, fengið notur raftæki sem ekki eitthvað sem maður er hræddur að sé stolið á bland. Ég veit ekki neina örugga staði til að gera það, en ég mæli alltaf bara með því að kaupa notur raftæki. Og í rauninni mikilvægast líka er að losa sig við raftækin sem eru á heimilinu ykkar. Af því að bara svona það versta í e-waste hreyfingunni er öll raftækin sem setja í skúffu heima hjá okkur og það er hægt að endurnýta hluti úr þessum raftækjum. En já, ég hef alltaf keypt bara síma nota, en eins og segir, það er alveg erfitt að vita hvaðan er koma. En ég hef gert það bara í Danmörku þar sem eru svona frekar verified staðir til að kaupa notur raftæki. Þannig að ef ekki bland þá kannski næstu, ef þú þekkir einhvern í Danmörku þá get ég gefið þér líka. Okay. Svo langar mér enda líka að benda á það er hægt að kaupa ýmsa síma eða fartölur sem er auðveldara að passa sérstaklega þegar maður er að kaupa að þetta sé eitthvað sem er auðvelt að fá varahluti í og þá getur átt hlutin lengur. Það er alltaf gott. True, ég held að heitir fyrirtæki sem heitir Fairphone. Það er mikið. Einmitt, hún Hafdís setur inn hérna link inn á það, inn á Fairphone. Glæsilegt. Heyrðu, það kom hérna spurning líka frá Hafdísi. Takk fyrir fyrirlesturinn, frábærir punktar. Mig langar að spyrja ykkur hvort þið hafið eitthvað hugsað út í mengun sem fylgir netnotkun. Og þá langar mig bara að benda á, ég veit ekki hvort að þú sett með eitthvað punkta þetta, Hrefna, en við erum með fyrirlestur á föstudaginn akkurat þetta. Umhverfisáhrif, netnotkunar og gagnavera. Geggjað. Þannig að það verður í rauninni svona föstudagserindið í hádeginu á föstudag.
og fáum við til okkar sérfræðing frá Vodafone sem ætlar að tala um þetta. Þannig að, Nice. veit ekki hvort að þú sért með eitthvað að teika á þetta Hrefna? Það eina sem að ég hefur rauninni kynnt mér kolefnisfótspor, bara gagnana sem þú átt, sem sagt, að hreinsa reglulega e-mailið og cache í internetinu, það hefur í rauninni áhrif. Það hefur ótrúlega lítil áhrif, eða það hefur rosalega lítið kolefnisfótspor, en eins og ég segi, ef við öll gerum það, ef við öll hreinsum e-mailið okkar, þá, þú veist, það sakar ekki að gera það og það tekur örfáar sekundur. Akkurat. Davíð segir það þarf kannski fleiri KK, þessast karlmenn, til þess að vera fyrirmyndir og vera meira opnir þetta og í samfélagsmiðla. Til dæmis eins og þráðurinn karlmennskan hefur örugglega haft áhrif og örugglega fleiri karlmenn sem eru með pælingar það en áður. Þórhildur bendir á að það til eitthvað sem heitir iPhone. Þeir taka ónýta síma og gera við og selja notaða síma. Nei. Frábæru punktar. Eru eitthvað fleiri spurningar að lokum? Ég sýnst ekki. Ég held að þetta sé bara komið gott hjá okkur. Klukkan var 20:01, bara kærar þakkir Hrefna fyrir að deila þinni vegferð með okkur. Og við fáum að birta upptökuna af þessum fundi á samangegnsóun.is ef það er lagið þín vegna. Já, bara takk fyrir geggjað skjót viðbrögð við tækniörðuleikum og takk fyrir að koma. Kærar þakkir allir sem mættu og sjáumst á föstudaginn, síðasta erindinu. Yay! Og svo langar mig bara að plugga einu hérna að við erum með Instagram sem heitir samangegnsóun og Rauði krossinn fataverslunar verða sem sagt með takeover núna á 5. hjá okkur. Þannig ef þið hafið áhuga á að vita meira svona second hand fataiðnaðinn á Íslandi, endilega fylgist með því.